Okkar starf snýst of mikið það að reyna að skoða sem flesta þætti lífríkisins. Allt frá efstu þrepunum sem eru fuglar og fiskar og menn náttúrulega og niður í það allra smesta sem eru smáþörungar, bakteríur og svo efnafræði vatnsins. Öll svona tengsl í fæðuvefnum, hvernig ein lífvera hefur áhrif á aðrar. Breytingarnar sem við sjáum eru allavega. Sumar eru skammtíma breytingar, aðrar eru sveiflur sem taka kannski 7-8 ár og svo erum við með tilhneigingar sem að taka miklu lengri tíma og við erum alltaf svolítið á tánum með það hvort að þetta séu breytingar af mannavöldum eða hvort að þetta séu einhverja náttúrulega sveiflur og ekki síst þá breytingar sem að verða vegna breytinga á loftslagi. Við erum svona undir það búin að fara að sjá slíkar breytingar. Við sjáum breytingar á hitastigi til dæmis, vorin eru að lengjast, haustin eru að lengjast, sumarhitin ekki að breytast mikið en axtartími plantna og skordýra og annarra lífvera að lengjast. Þetta að verða svona hægfara breytingar sem við eigum von á að sjá verða meiri með tímanum eftir því sem að línar í kringum okkur. Það eru talsverðar breytingar, bæði langtíma og skammtíma breytingar á stofnum fugla og fiska. En sem komið sjáum við ekki beintengsl við loftslagsbreytingar. Við sjáum semst hitastigsbreytingar. Það eru fuglategundir sem að fjölga í stofnunum eins og hrafnsönd og hávella. Þeim að fjölga mjög mikið. Það eru fuglar sem eru hánorrænir í rauninni og það myndi ekki búast við að þeim að fjölga með hlýnandi loftslagi en svo raunin einhvað síður. Það eru líka tegundir hérna eins og gargönd og skúfönd sem líka fjölga mikið og eru suðrænar tegundir og við getum heldur ekki með góðu móti tengt það við loftslag, alveg beint. Þannig að þessar breytingar sem við sjáum, það erfitt að tengja það við loftslagi beint. Við höfum merkt æðarkollur í Breiðafjarðareyjum frá með 2014. Þar áður notuðu við hreiðurtalningar frá æðarbændum víðsvegar á landinu til að meta áhrif loftslagsbreytinga á æðarstofninn. Æðarfuglinn auðvitað mikilvæg nytjategund en hann líka mjög mikilvægur sem ein algengasta fuglategund í íslenskri náttúru og líka sem svona topprándýr í fæðukeðjum. Þannig að hann svarar öllum umhverfisbreytingum nokkuð sýnilega. Mesti breytileikinn sem æðarfugl sýnir í tengslum við loftslagsbreytingar ekki endilega í fjölda hreiðra eða fjölda varpfugla, heldur í tímasetningu varps. Það hefur þátt frá fornu fari góðsviti ef æðarfuglinn verpur tiltölulega snemma. Það eru þær í góðu ástandi eftir veturi, þær fita sig á veturna. Og að sama skapi þá veit það yfirleitt aldrei á gott ef þær verpa seint. Ef varpið dregst til dæmis fram í júnímánuð, þá eru þær yfirleitt færri í hverju varpi og verpa jafnvel kannski færri eggjum. Ástæða fyrir því að veðrið truflar æðarfuglinn, það getur verið ekki endilega út af hitastigi, heldur bara út af áhrifunum á æti. Og líka það hvort að veturinn stormasamur eða rólegur veðurfarslega. Við sáum þetta í gögnunum frá æðarbændunum strax 2013-14 og svo eftir veturinn 2015 þá treystum við okkur til að spá því að þær myndu verpa seint því þetta var einn stormasamasti vetur bara Íslandssögunar og það stóð heima. Það urpu 10 dögum, hálfum mánuði seinna heldur en í flestum árum og 2015 ennþá óvenju seint varpár í samanburði við flest önnur varp. Þetta sáum við ágætlega í merktu fuglunum. Sömuleiðis hefur varpið síðustu 2 ár verið seint, 2019 og 2020, allavega hér við sunnanverðan Breiðafjörð. Áhrif loftslagsbreytinga á æðarfuglinn gætu verið í gegnum fæðu, annars vegar skeldýrin, það aðallega kræklingur og önnur botndýr sem æðarfuglinn lifir á. Það ekki þekkt alveg nákvæmlega með þessu hvernig loftslagsbreytingar hafa áhrif á þessar lífverur en það þó rannsóknir í Svíþjóð sem sýna það að skeljaþyngd eða skeljaþykkt kræklingana og svo kjötinnihald að það tengist bæði sjávarhita og svo sýrustigi sjávar. Þannig að breytileiki í þessum breytum getur haft áhrif á vaxtarskilyrði þessara botndýra. Áhrifin eru á fuglana sjálfa í gegnum hvað þeir þurfa að hafa mikið fyrir lífinu að vetrarlagi og svo í gegnum fæðuna, afdrif fæðudýranna breytist þá þýðir það minnkað fæðuframboð fyrir æðarkollurnar. Við erum ekki með mikið af villtum dýrum á Íslandi, þannig að mér finnst að við ættum að passa almennilega upp á það sem við þó höfum og síðan verður ekki horft fram hjá því að margir af þessum ferðamönnum sem leita hingað ekki síst að leita að náttúrunni.
og upplifunum henni tengdri. Ef við nefnum bara lundann sem ágætt dæmi það. Og við höfum verið að fylgjast með þróun bjargfuglastofna í Skorvíkurbjargi alveg frá því 2006. Tókum þá við þeim rannsóknum af Arnþóri Garðarsssyni sem hafði byrjað þessar rannsóknir árið 1985. Þannig að það er búið að fylgjast með bjargfuglastofnum hérna svolítið lengi og við sjáum að þeir þróast með mismunandi hætti og við höfum verið að auka svo rannsóknir samhliða þessu til þess að reyna að skýra þær stofnbreytingar sem við sjáum. Það hefur verið að gera með tvennum hætti og það sem við erum að gera hér í dag er að merkja fugla með annars vegar GPS-gagnaritum sem eru á fuglunum í nokkra daga og segja okkur hvert þeir fara til þess að ná í fæðu fyrir ungana því að nú eru fuglarnir konir með unga. Svo erum við líka með svona þrýstingsnema á fuglunum sem að segja okkur hvernig þeir kafa og hversu ört þeir kafa og annað slíkt. Og svo söfnum við blóðsýnum úr fuglunum þegar við náum þeim og greinum úr þeim ísótópa til þess að segja okkur til það hvað þeir eru að éta. Hins vegar erum við að setja gagnarita á fuglana og endurheimta sem eru á þeim í ár eða meira og þeir segja okkur svona hvert fuglarnir fara utan varptímans. Og þessar upplýsingar eru þetta mjög mikilvægar til þess að skýra stofnbreytingar, hvar fuglarnir halda sig yfir veturinn því að veturnir eru oft sá tími ársins sem ákvarðar það hvernig stofnunum vegnar og lífslíkur fullorðinna fugla fara mikið eftir því hvernig þeim vegnar yfir veturinn og sumarið segir okkur svo hvernig þeim vegnar að ala upp og koma upp ungum. En tvær þeirra eru mjög náskyldar, stuttnefi á langvíja. Stofnar þessara tegunda hafa ekki verið að þróast eins. Stuttnefin hefur verið að fækka til langs tíma hér á landi og hún er svona norðlægari tegund, hefur norðlægari útbreiðslu og er á Íslandi svona á suðurmörkum útbreiðslu sinnar. Þannig að sú fækkun sem hefur orðið hér, hún hefur svona verið sett í samband við loftslagsbreytingar og hlýnun loftslags og suðlægari tegundin, langvíjan, við gerum ráð fyrir að henni ætti að vegna þá betur á móti til lengri tíma.